Mér langar að skoða nokkuð vers. Þetta óboðslega þetta skemmtilegt efni. Ég ætla að hoppa eins í að við höfum í raun og veru kölluð í móðurlífi. Ætlar þú að túlka mig hérna? Þá verð ég í korter að tala þetta, sko. Það ekki það? Já, mér langar að tala að við höfum verið útvalin í móðurlífi. Guð útvaldi okkur í móðurlífi, semst á ensku erum við að tala God chose us in our mother's womb. Oh my lord, this is gonna be fun. Viltu ekki fá í biblíuna? Þetta nokkur vers, sko. Þetta nokkur vers. Ég segi bara hvað vers þetta Ok, þetta Jeremía 1:5. Jeremiah 1:5 is he reading. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi, valdi ég þig. Áður en þú fæddist helgaði ég þig og ákvað þú yrðir spámaður fyrir þjóðirnar. And he's talking about that. Jeremiah 1:5. Já. Halleluja. Þið lesið, ég segi bara reikningastæðin, þið lesið þetta. Ensku. Höldum bara áfram. Okay, he's talking about the mother's wound in yeah. Exactly. Já. Yeah. Og þarna sjáum við einfallega að það var Guð sem að útvaldi þig áður en þú valdir hann. There you see obviously that this is the time where he chose you long before you chose him. Og þú sér það í textanum að ég ákvað að gera það spámanni. And you see it in the word that I decided you to make you prophet. Sem þýðir að Guð búinn að útvelja þig meiri sig út frá þjónustunni. And he has chosen you to the servant. Já. As you will be. Þannig að, og hér í dag, and here today, að ég sé að það mikið af nýju fólki, we have a few people that are new. Það engin tilviljun að þú sért hérna í dag. There's no consequence that you are here today. Því að ég var mikið að hugsa þetta orð. I was thinking about this word a lot. Veist, af hverju þetta setja Jeremía 1:5 á hjarta mitt? Why are you putting Jeremiah 1:5 on my heart? En því ég sá svo mikið af nýju fólki labba inn í kirkjuna, and when I saw new faces walk in, þá bara, já, klálega átti að segja þetta í dag. Then obviously I felt that I should say this today. Og mér langar að fara í Galatabrið. And Galatians. Og Páll að vísa í þessi vers. And Paul is talking about the verses. Galatabrið 1:5. 1:5. Nei, 15. 15. 1:15, yeah. Þegar Guð sem hafði útvalið mig í móðurlífi af náð sinni kallað. His mercy he called us. Og einmitt, hér bara Páll að vitna í Jeremía 1:5. And there Paul is testifying to Jeremiah 1:5. Hvað ég að segja? Jú, þessi orð í Jeremía those words in Jeremiah yfirfærast yfir í Nýja testamenti. They move to the New Testament. Og við sem þekkjum sögu Páls, and we who know the story of Paul, hann var í póstulsögunni Sál. He was Saul in Book of Acts. Book of Acts. Og þið sem mun eftir þeirri sögu, and you guys that remember the story, þá var hann ofsagyðingur. He was Jewish. He wanted to kill the Christians. Hann var að vinna að drepa þennan trúið áður en hann gerðist kristinn sjálfur. He was trying to kill the Christians. En það skiptir engu máli. But that doesn't matter. Hann ekki að segja að því að ég svo góður og frábær, þá hafði Guð útvalið mig. He's not saying that I was so good and awesome that's why God chose me. Nei, af náð. No, because by grace. Ég á ekki skilið að þeirri útvalin í móðurlífi. Do not deserve it to be chosen in our mother's womb. Af því að ég alveg jafnmikill syndari og aðrir hérna fyrir utan. And Gunnar is a lot of sin in his life. Já, ég þarf að rífa mig í gang. But we are even before God. Já, og kallan til að vera póstili. Calling to be apostle. Yeah. En svo yfirfæru þetta yfir til Jesú. Nú ætlum ég bara að lifa frelsarum að tala. I'm gonna let the Savior speak. Jóhannes og Guðspjall 15:16. John 3:16. 15. 3:15. Nei, 15:16. John 15:16. Is that right? Yes. It's bingo. Þér hafði ekki útvalið mig,
heldur ef ég útvali yður. Ég ákvað yður til að fara út og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérhver það sem þið biðja hann í mínu nafni. Amen. Hér bara Jesú að segja það nákvæmlega sama og Guð var að segja við Jeremía og Páll að segja í Galatabréfinu. Jesus is saying the same thing that was in Jeremiah and Galatians. Það Galatians. hann sem útvaldi þig til þess að fara út og bera ávöxt. He chose you to go out and bear fruit. Og að bera ávöxt í grískunni And bear fruit in the Greek merkir það að bera góð verk innra með sér. is to bear good works inside of you, Utanfrá, ég meinti utanfrá, outside of outside. you, and inside. That's good. Já, halleluja. Þannig þetta boðskapur okkar. That's how this is our today. Já, Guð valdi þig. God chose you. Má ég fara eitt versi viðbót? One verses. Þetta er Efesus 1:4. Þetta sprengdi á mér hausinn, sko. Ephesians 1:4. Já. Áður en grunnur heimsins var útlagður, var hann búinn að útvelja oss í Kristi, að hann hafði oss fyrir augum sér, heilög, lýtalaus og í kærleika. Amen. Vá, spáði þessu. Heimurinn er ekki til, það er ekki búið að leggja heiminn. Can you imagine this, that God hasn't created the world Og hann er svona að hugsa, byrja á ekki að gera eitthvað skemmtilegt. and he thinks, should I do something fun? Ég ætla bara að leggja það fyrir, hverjir eiga að vera í Kristi. I'm gonna put it down, who's supposed to be in Christ. Og áður en alltaf skapaði í heiminu var hann búinn að setja þetta fyrir augum, að hann ætlaði að gera okkur í Kristi Jesú. And Spáðu í before þessu. everything started, he had a plan that we were in Christ. Já, spáði í þessu. Þetta bara Amazing. sprengdi á mér hausinn, sko. Og þetta var einmitt Callum sem sýndi mér þetta vers. Callum, he showed me this verse. Þannig að þetta er alveg magna, sko. Núna höfum við tækifæri til þess að vexa með Guð. And now we have an opportunity to worship him Við höfum tækifæri til þess að fagna því að hann hefur bara útvalið okkur. and that he's chosen us. We can be grateful for that. Og það er ekki tilviljun, einn og sér hver hér inni, There's no consequences that one and everyone in here, að Guð er búinn að velja þig. that God has chosen you. Farðu nú getur þú farið út og fagna þessu.